Velkomin í Icelandic Immersion, comprehensive Icelandic for Icelandic learners. Góðan dag og vertu velkomin í fyrsta þáttinn af þessu hlaðvarpi. Ef að þú veist ekki hvað að gerast hérna, ef að þetta eitthvað ruglandi, þá máttu endilega hlusta á kynningarþáttinn, sem svona eins konar þáttur númer 0, þar sem ég tala það sem að ég þannig séð, og það sem þessi þáttur og hvers ég ætla mér með þennan þátt. Mér langaði að byrja á að tala viðfangsefni, það að segja umræðuefni, það sem ég ætla að tala sem að snertir mig nokkuð beint, sem að að byrja á hlutum. Þetta jú fyrsti þátturinn sem að ég að búa til fyrir utan kynninguna og mér hefur þótt mjög erfitt og það búið að taka mig mjög langan tíma að ná að byrja að búa þessa þætti til og jafnvel bara þennan þátt. Ég held að það séu margir í heiminum sem að upplifa samskonar erfiðleika. Það að segja að finnast erfitt að byrja á hlutum. Það getur annaðhvort verið vegna kvíða, það að segja stressi yfir því að ætla að byrja, eða eins og óþarfa eða óvenju mikið stress og álag sem að maður setur á sjálfan sig. Það getur verið leti, að það hefur tekið mig langan tíma að finna orkuna eða viljan til að byrja. Ég held að ég hafi upplifað bæði tvennt í gegnum allan þennan tíma, þennan langa tíma sem að það hefur tekið mig að byrja að búa þessa þætti til. En ég held að aðal ástæðan fyrir því að mér þótti svona erfitt að byrja var að ég ætlaði að byrja of stórt. Ja, hvað þýðir það eiginlega? Ég ætlaði mér að byrja þessa þáttaröð, að byrja þessa hlaðvarpsseríu á því að tala einhver efni, einhver umræðu efni, sem að ég bara hreinlega vissi ekki nóg Þannig að þegar ég var að prófa það að taka þáttinn upp, þá var ég oft að stoppa sjálfan mig og hugsaði með mér, ég get ekki sagt þetta. Ég get ekki staðið á bakvið þessi orð. Því ég ekki viss að þessar upplýsingar sem ég að miðla núna, þetta sem ég að segja núna, sé rétt. Þannig ég reyndi örugglega 3 svar að byggja upp kjarkinn og öryggið til að geta tekið þáttinn upp. Og ég tók hann einmitt nokkrum sinnum upp og í hvert skipti sem að ég var annarkvort að taka hann upp eða var að hlusta á það sem ég var búinn að taka upp, þá var það ekki nógu gott eða nógu öruggt. Þannig að ég eyddi upptökunni í hvert sinn sem ég hafði tekið hana upp og var þá í rauninni komin aftur á 0-punkt, á byrjunarreit. En núna hefur mér loksins tekist að byggja öryggið til þess að taka upp þennan fyrsta þátt með því að breyta bara öllu væntingarnar mínar og það sem ég vildi. Ég þarf ekki að byrja stórt. Ég þarf ekki að byrja á að gera það stærsta, hina fullkomnu byrjun. Af því hinn fullkomna byrjun hreinlega að ná bara að taka
fyrsta skrefið. Þannig nú ég loksins að gera það. Ég að taka fyrsta skrefið mitt sem þarf ekki að vera stórt, heldur teki bara litla skrefið sem ég þarf til þess að geta tekið það næsta. Ég beðist afsökunar á því að þetta varð svona life coach-legt. Það var ekki ætlunin, en ætli ég hafi ekki óvart endað þar. Ég ætla að segja þetta gott í bili. Ég ætla að sjá hvernig mér líður þegar ég loksins hlusta á þessa upptöku og ef að þú ert að hlusta á hana, ætli ég hafi ekki þá verið nógu ánægður með hana og hafi loksins tekið fyrsta skrefið. Ef þú hefur náð svona langt inn í þáttinn, þá þakka ég þér fyrir að hlusta og býð þér að hlusta á þá næstu, ef að þeir eru komnir út, þar að segja. Og þangað til. Takk og bless. Hello again, it's me. Now in the wrong language, I just wanted to let you know that if you're interested in seeing a transcription of this episode that you just listened to, or any of the other episodes, then that's available to you through my Patreon page. That's going to be within the Linktree link that you're going to see in the description of this episode. So if you're interested in finding the Patreon page, the Facebook page of the show, or even my teaching page on italki, then all of that's going to be found underneath that little umbrella that is the Linktree link there. So don't be shy, click away. Thanks again for listening, and hope you'll come again. All right, take care.